Jóhanna Sigurveig segir þau úrræði sem stjórnvöld og lánastofnanir hafa lagt til ekki duga í sínu tilviki. Fasteignin sé búin að vera á sölu í meira en ár en ekkert hafi gerst. Þegar þú spyrð það hvort það sé einhver markaður þá það, nei, hann bara neitt til staðar í dag. Og þetta fólk það í mörgum tilvikum bara í skuldafangelsi og getur ekki selt þessa stóru eignir? Já, það má segja það og það kannski það sem fólk mikið að lenda í að þegar jafnvel kemur kauptilboð að þá nú stundum orðið þannig að lánin eru hærri en verðmæti eignarinnar og þá hefur fólk verið mikið að reka sig á hjá bönkunum að það svona, já, hvað ég að segja, oft erfitt að fá laust mála inn í bönkunum. Það oft hræðsla við að taka ákvarðanir, þannig ég veit að það mjög oft sem það að gerast að kauptilboð sem hefur gert, það leiðir ekki til kaupa vegna þess að bankarnir eru að halda sér höndum, oft vegna þess að bara óvissan svo mikil. Og þetta mjög bæðilegt. Ég náttúrulega bara föst, ég get ekki selt, ég get ekki skipt, ég get ekki borgað, því ekki á ég peningana til að borga þetta. Og hvernig líður með það að vera að halda núna síðustu jólin og vitandi ekkert hvað tekur við? Ömurlega. Ég veit bara ömurlega, algjörlega. Ég hlakka ekki til jólana. Mér langar í rauninni ekki til að halda jól. Ég vil segja bara sér. Þetta náttúrulega bara, maður þarf að brosa, ég á 2 börn og ég þarf að lifa og ég þarf að vera til. En manni langar það oft ekki. Fasteignaverð hefur lækkað síðustu misserin og Seðlabankinn hefur spáð því að fasteignaverð muni lækka 30% til viðbótar. Erfitt að segja til hversu mikil lækkun hefur nú þegar orðið, einfaldlega vegna þess hversu lítil viðskipti eru. Þá ríkir óvissa hvaða áhrif aðgerðir stjórnvalda frestun nauðungarsalna komi til með að hafa á markaðinn. En má búast við því að það verði skellur þegar frystingu lýkur? Nú ef að það myndi gerast að það kæmi að það kæmi gríðarlegu fjöldað eignum inn á markaðinn, nú þá gæti það náttúrulega leitt til að fasteignaverð myndi lækka eitthvað, en það má aldrei gleyma því að það ákaflega erfitt að fá lán í dag og það nú það sem að mætir fólki núna þegar þeir eru að reyna að standa að fasteignakaupum, hversu erfitt aðgengir að lánsfé. Maður þarf að reyna að halda áfram og maður þarf að reyna að baka kökur og það að koma jól, en mest af öllu langar mig bara til að fara undir sæng og breiða yfir haus. Það í rauninni bara staðreyndin. Það eina sem gæti leyst vandann væri einhvers konar leiðrétting á erlenda láninu. Það myndi hjálpa mér alls svakalega. Það myndi kannski setja þá allavega stöðuna þannig að ég ætti möguleika á því að borga og vera í rauninni eins og manni líður ekki eins og maður sé nýtt þjóðfélagsþegn, því að maður getur ekki staðið við það sem maður byrjaði upp með, eins og ég hef alltaf gert allt mitt líf og allt í einu stend ég bara fyrir því, 34 ára gömul, að eiga ekki neitt. Ég er búin að vinna allt mitt líf fyrir öllu mínu. Manni finnst það alveg hrikalegt, sko. Við bökum mikið. Við erum mjög gaman að því að baka og gera. Þeir finnst nú reynda mjög gaman að borða kökurnar. Já. Það ekkert gaman svo þegar þeir eru farnir að sofa. Þá situr maður uppi með tárin í augunum og hvernig verður daginn á morgun? Þú veist, maður sefur ekki og maður nærist ekki og maður reynir að borða en situr bara með hnút í maganum og ég ger ekki annan að leggja á og sef mjög lítið, hrekk upp á nóttinni og með hjartslátt og hugsa guð minn góður, hvað þú veist, þó ég viti að þessi frestur núna, en ég minna, hvað stjórnvöld hugsa, já, við erum bara hættið að skiptum skoðun, maður veit ekki neitt. Það virðist ekkert gerast, það virðist ekkert vera hægt að gera eða engin vilji til að gera neitt. Við eigum bara að taka þessu. Og ég ekki alveg til í það. Og svo verður maður náttúrulega bara, kemur dómsdagur í mars og þá væntanlega verður maður bara að pakka saman og fara bara í burt, fara að landi brott. Því hér ekkert verið að bjóða mann upp á neitt annað en skuldafangilsi og eymd. Má segja það. Ég meina, ég sé ekki fram að neitt annað hér og ég ekki tilbúin til að bjóða börnunum mínum upp á það.
börnin mín eiga betra skilið og ég líka.